Já, komið sæl og velkomin í 21. Við ætlum að byrja í Bandaríkjunum en það stutt til kosninga. 3. nóvember rennur upp kjördagur Bandaríkjamanna og það eru svona 5 dagar eða 4 eftir hvernig maður lítur á það. Stefanía Óskarsdóttir, stjórnmálafræðingur, situr hér hjá mér. Til að byrja með, hver svona staðan á þeim tveimur, Trump og Biden, forsetaframbjóðendunum? Það má enn segja að niðurstaða kosninganna sé óljós. Skoðanakannir benda til þess að Biden sé yfir og hann hefur verið yfir í skoðanakönnum ansi lengi. En það vekur spurningar, ýmsar spurningar. Reynslan frá 2016 var svo að skoðanakannir gáfu ekki alveg rétt að mynda stöðunni. En svo verður líka að hafa í huga að forsetakosningarnir í Bandaríkjunum snúast að vinna kjörmenn í allum 50 fylkjum Bandaríkjanna. Og það liggur ljóst nokkurn veginn fyrirfram að í sumum fylkjum munu kjósendur kjósa Trump og annars staðar Biden, en svo svokallað toss-up fylki þar sem ansi mjótt á mununum. Er það svokallað sveifluríki? Já. Þau eru hvað, alveg 14 talsins eða eitthvað? Já, og þau eru óverulega mörg núna. Og það talað það að til þess að Biden eigi möguleika á að vinna, að þá myndi það létta honum mjög róðurinn ef hann væri öruggur með sigur í Wisconsin, Michigan og Pennsylvania og svo auðvitað fleiri fylkjum. Er þetta sveifluríki sem hún nefnir? Já, meðal annars, en þau eru fleiri og til að mynda eins og Ohio, Iowa, Arizona, Texas jafnvel, sem hefur verið republikanafylki í mjög langan tíma, en nú gæti Biden möguleika á að vinna þar. Hvað fleiri fylki og Georgia og North Carolina. Þetta eru fylki þar sem að Biden gæti átt sens á að vinna, en að samanskapið þetta Trump líka. Þannig að maður sér svona að þeir sem að eru stuðningsmenn Biden og í forsvari fyrir hans framboð, þeir eru mjög náttúrulega tregir til þess að vera sigurvissir, en á samanskapi má kannski segja að ýmsir Trump-stuðningsmenn tali yfirbarkalega og tali eins og Trump eigi góða sens á að vinna og jafnvel stórt. En allt snýst þetta eins og allar kosningar það að koma kjósendunum sínum á kjörstað. Og þannig að framboðin náttúrulega hafa verið á síðustu mánuðum að vinna í því og núna á allra síðustu dögunum að þá enn meiri kraftur settur í að svona kveikja undir kjósendum þannig að þeir sem eiga eftir að kjósa, sumum fylkjum eru mjög margir búnir að kjósa, en að þeir sem eiga eftir að kjósa, þeir sjáu virkilega ástæðu til þess að koma á kjörstað. Já, það alveg bara, þetta blásið upp, þetta eru bara mikilvægastu kosningarnar fyrir og síðar og eitthvað svoleiðis. Það er mikið náttúrulega búið að kjósa nú þegar í ljósi ástandsins, faraldurs, en hverjir eru stærstu áhrifaþættirnir sem að hafa haft áhrif á til dæmis stöðu Trump? Það má kannski segja að kosningarnar snúist í grunninn bara Trump. Það annars verið að halda honum áfram við völd eða koma honum frá. Og þeir sem að styðja Trump, þeir styðja náttúrulega líka mjög vel við hann og vilja hafa hann áfram. Nota bene, á síðasta flokksþingi republikana var ekki samþykkt nein stefnuskrá flokksins. Það sem nú stefna flokksins bara það sem að Trump segir í rauninni hverju sinni. En að samanskapi eru þeir sem eru að ætla að styðja Biden, þeir eru að gera það margir vegna þess að þeir vilja ekki Trump áfram. Jafnvel kannski jafn margir og þeir sem að vilja fá Biden í forsetastól. Já, þannig að þú ert ekki endilega að kjósa Joe Biden, þú ert bara að kjósa Trump burt. Það snýst bara allt þennan mann. Já, mjög mikið. Já. Og sem sé kosningabaráttu demókrata, hún hefur snúist að draga fram þá mynd sem nú reyndar kannski mörgum frekar ljós að Trump sé óhæfur til þess að gegna embættinu og hann hafi gjörsamlega klúðrað málum, en þó alveg sérstaklega varðandi COVID, hvernig hefur verið brugðist við vandanum í Bandaríkjunum og þar hefur náttúrulega fjöldi smita verið gífurlegur og Trump, Trump kennt þá staðreynd að 1/4 af dauðsföllum í heiminum af völdum COVID í Bandaríkjunum. Tæplega 230.000 manns hafa látið lífið í COVID-faraldrinum
og sem sé demókratar leggja áherslu á það að þetta sé allt Trump að kenna og þar með þá líka þær hörmungar, svona efnahagshörmungar sem hafa fylgt í kjölfarið og með því að kjósa demókrata þá megi búast við því að það verði tekið betur á faraldrinum og að lífið í Bandaríkjunum verði eðlilegra heldur en það hefur verið og svona stjórnmála umræðan verði eðlilegra heldur en hefur verið. Já. En það má þetta draga það í efa. Á sama skapi kallar segir sem sé Trump og hans stuðningsmenn að hann sé svo sérstakur hann sé ekki stjórnmálamaður, hann sé utan ég ætla nú ekki að segja utangarðsmaður, heldur síðan sem sé outsider, utan kerfis sem hafi verið kosinn til þess að skora kerfið á hólm og hann hafi verið að gera það. En orðið fyrir sem sé alls konar árásum og ósakjörnum árásum og fyrirstöðu kerfinu og hann verði að fá áframhaldandi umboð frá sínum kjósendum til þess að skora kerfið á hólm og klára það og sjá til þess að betri Ameríka bíði sem sé Bandaríkjamanna. Ameríka sem sumir segja að sú Ameríka myndina þeirri Ameríku sem hann dreif upp, hún sé svona ansi lituð af svona nostalgíu fyrir tíma hvað ég segi 7. og 7. áratugurins þar sem að konur voru heima og karlarnir voru fyrirvinnur. Hann segir líka ég ætla út við eiginmönnum ykkar störf. Akkurat. Þess að konur sé ekki útivinnandi. En mér langar bara alveg í lokin því það er verið að svo mikið af falsfréttum og alls konar hlutum sem maður getur illa átt að segja á og það var þegar Joe Biden ætti að hafa ruglast á nöfnum í einhverjum kappræðum að hann kallaði hann George Trump. Hvað var í gangi að það? Já, Biden nú vel þekktur fyrir það að bæði stamma og hafa komist yfir það en líka mismæla sér stundum. Nema hvað að í þessu hellu kosningafári sem í gangi að þá hafa stuðningsmenn Trumps gert sér leik að því að taka ýmislegt sem að Biden og stuðningsmenn hans hafa sagt og klippa það úr samhengi eða búa til nýtt samhengi og meðal annars tóku þeir bút úr samtali sem hann átti við mann sem hét George Lucas sem að skipulagði tónleika á netinu til þess að fá fólk til að koma frekar að kjósa sem sé þetta var svona til að ýta undir kosningaþátttöku og hann spyr þessi George spyr Biden hvers vegna er mikilvægt að kjósa og hann svarar, hann segir eitthvað sem svo já það er mikilvægt að kjósa núna ekki bara því ég er í framboði heldur George það er til þess að koma Trump frá en þessi George sem hann var að tala við George var maðurinn sem var að tala við það er algengt í Ameríku og í sérstaklega stjórnmálamönnum að þeir séu að nota nöfn þeirra sem þeir að tala við og þetta var klift já, þannig að það heyrist bara George koma Trump frá þannig að en þetta er bara eitt dæmið og þannig verið að spila inn á þá staðreynd að Joe Biden er náttúrulega orðinn hans aldraður og það verið að gera út í skóna hans sé orðinn bara sínal og sé ekki hæfur til að gegna embættinu en þetta hefur komið illa út fyrir Trump vegna þess að mikilvægur stuðningsmannahópur republikana í gegnum tíðina hafa verið eldri borgarar og nú er staðan svo eldri borgarar, konur og menntafólk er líklegra til þess að vilja kjósa Biden heldur en Trump. Já. Það kannski segir sér svolítið sjálft en það er 3. nóvember sem að kosið og þá verða úrslitin ljós. Það tekur nokkuð tíma að telja og... Já, það fer svolítið eftir því hvernig atkvæðin falla í mismunandi ríkjum og það má vel vera að úrslitin verði ljós fljótlega bara þarna kvöldið 3. eins og oftast er en auðvitað gæti það líka orðið þannig að það gæti dregist marga daga og sumir hafa áhyggjur af því að þarna ef það verður óljóst hver hafi unnið í einhver tíma þá geti skapast mjög eldfimt ástand jafnvel ofbeldis ástand sem er ekki áðabætandi vegna þess að Bandaríkin hafa núna á síðustu mánuðum sé mjög mikið eða hafa verið að fara í gegnum erfitt tímabil. Setjum punktinn hér í bili. Það er stutt í þetta að þú fylgist með þetta dag sem nótt, ég veit það. En Stefánia Óskarsdóttir, stjórnmálafræðingur, takk fyrir að koma til okkar. Takk. Farið ekki langt.
Komið sælir á nýja leik áhorfendur góðir. Það vakti athygli viðtal mitt við Dagbjart Arlíusson, bruggmeistara hjá Steðja í Borgarfirði í gær þar sem hann fjallaði sínar raunir. Hann hefur sagt ríkinu og kerfið þess stríða á hendur vegna þess að hann fær ekki að selja bjórinn sinn í netheimum hér innanlands. Íslendingar geta hins vegar keypt bjór og vín utan úr heim gegnum netið. Ólafur Stefánsson, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda. Hvernig horfir þetta við ykkur? Þetta er náttúrulega fáránleg staða. Já. Það er nú svo einfalt. Hann segir þessi galin staða. Já, að vera með löglega vöru sem þú gætir þess vegna selt einhverjum áfengissala í einhverju evrópsku ríki og hann mætti selja vöruna löglega hingað til lands en framleiðandinn getur ekki selt hann löglega hér. Já. Það er í rauninni fráleitt. Erum við kaþólskari en páfinn í þessum efnum? Við erum að minnsta kosti jafnmiklir hræsnarar og páfinn og kannski verri þegar það kemur að áfengispólitík. Af því að þetta er ekki eina dæmið að það sé alls konar vitleysa í gangi. Við sjáum það til dæmis að einkaréttur á ÁTVR hefur verið réttlættur með því að hann takmarki aðgengi. Sama tíma hefur útsölustöðum áfengis fjölgað alveg óendanlega bara með veitinga- og öldurhúsavæðingu landsins. Þannig að þau rök eru löngu fallin. Og áfengisali í rauninni komin inn í búðir ef við horfum í stórmarkaðina? Já, það má nú kannski deila það. Já, sumstaðar. Sumstaðar náttúrulega út á landi eru vínbúðirnar eiginlega reknar inn í matvörubúðum. Varðandi auglýsingar á þessari löglegu vöru þá er staðan líka alveg fullkomlega galin. Innlendir framleiðendur mega ekki auglýsa sína vöru. Þú getur hins vegar flett erlendu blaði eða opnað nánast hvaða fréttavef sem er erlendan, horft á útsendingar á erlendum íþróttaviðburðum. Þar eru alþjóðlega áfengismerki auglýst út í eitt en innlendur framleiðandi sem vill auglýsa á undan eða eftir þeim kappleik, hann fær það ekki. En það er löngu tímabært að stokka þetta kerfi upp í heildina. Menn bera fyrir sig lýðheilsusjónarmiðum. Eiga þau ekki við hérna? Ég held að forræðishyggjan hafi nú aldrei gefist sérstaklega vel þegar að lýðheilsuna er að ræða. Ég held að upplýsing og það að fólk axli ábyrgð á eigin hegðun sé nú yfirleitt vænlegra til árangurs. En þetta virðist vera grundvallmál, prinsippmál. Það eru 10 lögfræðingar sem höfðu samband við Dagbjart Arlíusson í gær og vildu taka að sér málið hans. Þetta er einstakt mál og að hans sögn galið, þú segir ruglað. Heldur þetta verði á sama hátt breyting eins og þegar að Davíð keypti öl í Leifsstöð fjórðum daga? Erum við að sjá einhverja breytingu í farvatninu? Það hafa verið gerðar margar atrinnur að því undanfarin ár að breyta þessari umgjörð sölu og markaðssetningar áfengis. Okkur að félagi atvinnurekenda hefur nú fundist þær tilraunir gjarnan illa heppnaðar vegna þess og það er undanskilji ekki hið nýja frumvarp dómsmálaráðherra eða frumvarpsdrög er það nú ennþá að heimila bæði sölu og framleiðslustað og netverslun af því að þær hafa beinst að svo takmörkuðum þáttum. Það þarf að taka þetta kerfi fyrir og endurskoða það í heildina. Sölufyrirkomulagið, markaðssetningu og auglýsingar á áfengi og reyndar líka innheimtu áfengisgjaldsins. Af því að þegar að væri búið að breyta sölufyrirkomulaginu þá fer það að skipta máli hvernig áfengisgjaldið er innheimt. Það getur komið og það er náttúrulega eitt sem kemur mjög illa niður á innlendum framleiðendum í dag. Og í þessu frumvarpi til dæmis er alls konar takmarkanir á sölu og framleiðslustað sem við skiljum ekki. Það er til dæmis bara lítil brugghús sem brugga bjór sem mega samkvæmt því selja bjórinn á framleiðslustað. Ekki stærri brugghús sem brugga bjór. Það var til dæmis Kaldi á Ásgárströnd og fleiri undanskildir. Og ekki þeir sem er að brugga sterkari drykki. Þó að það eigi alveg það sama við, maður heimsækir þessi fyrirtæki og fara að smakka á afurðinu og það er allt í lagi að kaupa sér glas af henni á staðnum og drekka það þar en þú mátt ekki kaupa alltaf að taka það með þér. Og þarna er rétt eins og í þessu Steðjamáli. Það er orðið eitthvað rof á milli laga sem að hefta frelsi fyrirtækja og almennings og síðan bara svona almennar siðferðisvitundar. Og þegar fólk sæi ekkert að því að fá að kaupa sér kippu af Steðja þegar heimsóknin í fyrirtækið væri
búinn eða gerð á netinu eða hvaðina. En það eins og okkur finnist ennþá eitthvað athugavert við bjórinn sem eitt veikasta form af áfengi, ef áfengi skildi kalla. Við sjáum menningun út í Evrópu, Þjóðverjar eru stoltir á sínum bjór, seljan hvar sem frakkar sitt rauðvín, skotar sitt, viski, ég tala ekki Þjóðverjar svo Tékka, sem setja þetta á oddinn í sínum menningamálum og bjórferðir, pílagrímsferðir Bandaríkjamanna allra þjóða til dæmis Tékklands eru mjög vinsælar. Hér þetta að gerast heima líka, menn eru farin að heimsækja þessi brugghús. Hvað veldur að margra mati þessu afturhaldi? Hver skýringin að þínu mati vegna þess að ég tala við fjöldamarga þetta mál eftir viðtalið í gær. Og það eru meira og minna allir á einu máli, nema kannski þeir sem halda upp í lýðheilsusjónarmiðinu, að þetta sé afturhald. Já, það þessi óttið einstaklingsfrelsið því miður. Sem að ræður þarna og víðar. Við sjáum á fleiri sviðum að ríkisvaldið er að hafa vit fyrir fólki. Það eru stöðugar tilraunir til að stýra neyslu fólks með einhverjum sykursköttum og hvaðina, sko. Forræðishyggja. En eins og ég sagði áðan, sko, það hræsnin og tvöfeldin í þessu svo endalaus í þessu kerfi. Og meira segja þegar það verið að reyna að breyta því, sko, þá, virðist fólk ekki þora að stíga skrefið til fulls. Svo við tölum aftur þetta frumvarp dómsmálaráðherrans, sem á að heimila annars vegar netsölu á áfengi og hins vegar sölu á framleiðslustað. Og þetta nota bene, þetta verið stór breyting. En það verið að reyna að láta lítið út fyrir að hún sé mjög lítil. Og þess vegna þurfum við ekki að ganga alla leið og breyta kerfinu og breyta til dæmis afnema auglýsingabannið og breyta innheimtuna á áfengisgjaldinu. Af því að fólk ennþá hrætt við að segja já, við ætlum að taka þetta kerfi og stokka það upp í heild sinni. Pólitíkin þorir þessu ekki? Nei, ekki alveg. Það látið líta út fyrir að þó að verði gerð breyting þá verði þetta allt í lagi af því að ÁTVR verði starfandi áfram. Ég ekki viss að það verði þannig af því að þegar að, ég meina, ef ég ætti kost á því að fara í Bónus eða Krónuna og sækja bara áfengi sem ég hefði pantað mér fyrir daginn eða daginn áður í þeirri ferð, þá myndi ég gera það, ég myndi ekki fara í ríkið. Þannig ég held að leið að væri búið að leyfa netverslunum möguleikann þá færist salan bara nánast sjálfkrafa mjög hratt til stórmarkaðana. Það síðan aftur eitt sem að gera það að verkum að okkur finnst nauðsynlegt að afnema auglýsingabannið af því að framleiðendur og innflytjendur á áfengi eru þá konur í svo veika stöðu gagnvart stórmarkaðunum sem eru öflugri á Íslandi heldur en víðast hvar annars staðar. Þannig að það þarf að taka allt kerfið og stokka þau upp og hætta að skrökva og hætta að segja já, hér erum við bara að gera agnarlitla breytingu af því að við viljum ekki styggja þessa þarna. Tökum þetta kerfi og bara hristum dálítið vel upp í, látum ferska vinda blása, segi ég. Ólafur Stefánsson, framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, bestu þakkir fyrir þetta. Yfir auglýsingar en að þeim loknum ætlum við að fara yfir í dýravernd. Húsasmiðjan fyrir þig. Stundum ekki hægt að skreppa frá. Í Livju appinu getur þú valið að fá lyfin sent heim hratt og örugglega. Livja, lifið heil. Valhöll fasteignasala framúrskarandi fyrirtæki sem byggir á áratuga reynslu. Valhöll í Reykjavík, Snæfellsnesi og Höfn í Hornafirði. Áralöng reynsla í fasteignarekstri og rekstri atvinnuhúsnæðis. Eignaumsjón.is. Fátt skiptir meira máli en góð lýsing. Fáðu fagmenn í lið með þér. PAF. Kominn tími á viðhald. Fáðu ráðleggingar hjá sérfræðingum í vali á utanhúsklæðningum. Veldu gæði og endingu. Áltak, ál okkar mál. Lýstu upp skammdegið með hágæða Scan Grip vinnuljósum frá Fossberg. Komið sæl aftur. Við ætlum að skoða svolítið verkefni sem að finna má á Carolina Fund og það ansi merkilegt, bókin Animal Liberation.
eða bara frelsun dýra eftir ástralska heimspekingin Peter Singer. Hún kom út árið 1975 og vakti mikla athygli, olli ábyggilega straumhverfum, heyrum betur af því. Bókin var uppfærð árið 1990 og hefur markað sér sess sem eitt mikilvægasta heimspekirit síðari tíma. Og það verið að safna fyrir því að koma þýðingu, íslenskri þýðingu á bókinni út undir heitinu Frelsun dýra. Og það eru þau Benjamín Sigurgeirsson og Jenny Sigurgeirsdóttir, systkinin, sem eru að safna þessu og Benjamín kennar í MR vanalega, hvað í eðlisfræði? Já. Sestur hérna, sko þessi bók, hún kemur út fyrir, 45 árum síðan, eitthvað svoleiðis. Já. Efni hennar, sko á enn við í dag, farðu stuttlega kannski yfir kjarnan? Já, það sem sagt, grunnhugmyndin í bókinni að maður eigi að taka jafnt tillit til hagsmuna og sem sagt, allir sem hafa einhverja hagsmuna að gæta þá að taka tillit til þeirra. Og ef maður hugsa þetta svona þá gildir það ekki bara fyrir mannfólk, heldur líka fyrir dýr. Dýr hafa hagsmuna að gæta og sem sagt, grunnskilyrði í raun og veru til þess að hafa einhverja hagsmuna að gæta, það að geta þjáðst. Þannig að ef þú getur þjáðst, það hefur hagsmuni að þjáðst ekki. Þannig að það svona grunnhugsunin og svo hinn hliðin á pinninum að ef þú getur þjáðst, þá getur þú líka fundið fyrir vellíðan. Þannig að þú ættir semst að reyna að koma í veg fyrir þjáningu og auka vellíðan. Er það, sko, Peter Singer, hann sérhæfði sig og sérhæfir sig í siðferðis heimspeki og byggir aðalega á nytjastefnunni. Já. Er þetta kjarni hennar? Ja, þetta allavega ein túlkun á henni. Þetta sem sagt, hann byggir á fyrri heimspekingum eins og Jeremy Bentham. En fyrri heimspekingar, þeir tóku þetta aldrei svona langt eins og Peter Singer. Þeir stoppuðu alltaf þannig línuna við dýrin. Já. Já, þetta er kjarni nytjastefnunnar. Það er þetta að maður alltaf að hugsa sko, hvaða afleiðingar aðgerðina manns hafa. Já. Og maður að framkvæma þær aðgerðir sem hafa sem bestu afleiðingar. Sem að hámarka velsæld. Hámarka velsæld og lágmarka vanlíðan það. Já. Hann tekur dýrin inn í. Hann tekur dýrin inn í. Það dýraverndin það ekki sem að er svo stór hluti af þessu sem að hann skrifar Er þetta svona kannski höfuðrit dýraverndunarsennana? Það mætti segja það. Þetta allan að því að hann náttúrulega bara, hann það virtur og hann það vel menntaður og lærður og hann hefur byrt svo margt annað sem tengist sko ýmiss konar siðferði að bæta heiminn að einhverju leyti. Já. Og það kemur svona sterk rödd með þessa kröfu fyrir dýrin og þá tekið mark á henni. Já. Þetta sko, það tala frelsishreyfingu dýra og í bókinni sjáum við það ekki sitt hvað hvernig meðferð á dýrum í dag? Jú, hann segir að það farið mjög illa með dýr sko, á ótal vegu í dag. En hann tekur fyrir bara 2 megin sviðin sem hagsmuni dýra eru virtur af vektuði og það annars vegar í tilraunum og hins vegar í matvælaframleiðslu. Og hann velur þessi 2 svið vegna þess að þannig bara langt flest dýr sem þurfa að þola Ég gera tilraunir á þeim til dæmis í snyrtivöruiðnaðinum. Meðal annars. Hvað lyfjaiðnaði kannski líka? Já, alls konar og sálfræði tilraunir og bara í háskólum víðum heim sko. En það hafa sem betur fer sko, ég held að orðið meiri framför sko í tilraunageiranum heldur en í matvæla. Það hægt að prófa svo ýmislegt í dag án þess að nota dýr. Já, þannig það frekar þessi verksmiðjubúskapur sem að hefur orðið mikil vitundarvakningu farin ár. Já, og hann leggur höfuðáherslu einmitt á verksmiðjubúskapinn. Þótt hann tali mikið tilraunir, þá meginþráða bókarinnar matvælaframleiðsla og verksmiðjubúskapur. Þegar að bókin kemur út 1975, vakti hún sko strax mikla athygli út af dýraverndinni. Nú þekki ég ekki alveg sko, ég held að hann alltaf vonast sjálfur til að hann myndi vekja sko meiri athygli, en ég held alltaf að sko smám saman
hafa hún náð að fanga athygli margra og hún hefur verið þýdd á fjölda tungumála. Já. Og það þarna sko efni hennar á það alveg við í dag en það? Já, menna alveg 100%. Menna þess að sko í dag, sem sagt, það eru fleiri dýr í dag sem eru inn í verksmiðjubúum heldur en voru 1975. En það þýðir ekki að það hafi ekki orðið neinn árangur, heldur eru bara fleiri lönd, sérstaklega lönd sem voru áður aðeins fátækari og eru komið með meiri ferð og hann nefnir þar helst sko Indland og Kína sem náttúrulega fjölmennslulönd í heiminum. Leið á einhver smá prósent af þessum þjóðum fyrir að borða kjöt og þá eykst náttúrulega framleiðslan alveg gífurlega mikið sko. Þannig að það er vissulega mikil þörf að þessi bók sé lesin enn þarna í dag sko. Já, akkurat. Það einhverja breytingar að það ekki á nýjustu útgáfunni? Já, sko textin í raun og veru óbreyttur frá því 1990 og þá kom uppfæra 1990 og fyrsta útgáfan kom út 1975 og hann segir sjálfur að þegar hann var að tala við fólk og það voru kannski liðin 10-15 ár frá því að bókin kom út þá var fólk farið að segja við hann já, en þetta hlýtur nú að hafa breyst, þetta ekki svona í dag og þá sá hann að það var nauðsynlegt að uppfæra útgáfuna og hann sagðist uppfærið allar lýsingarnar á tilraununum og hvernig dýr eru framleidd til að sýna bara fram á að svona þetta ennþá í dag. Eru myndir og svoleiðis? Það eru nokkra ljósmyndir sem fylgja bókinni en hún ekkert svona, það ekkert lagt mikil áherslu á myndefni í bókinni en náttúrulega síðan bókin kom út 1990 það hafa náttúrulega komið út töluvert mikið af myndefni frá svona búum og hafa gerða heimildarmyndir sem sýna þetta. Þannig að við vitum að núna 30 árum síðan 1990 þá á þetta sér ennþá stað. Já, það er enginn sem afneitar því lengur? Nei, held ég ekki. Og það er ekkert land í heiminum sem leggur blátt bann við verksmiðju framleiðslu á kjöti. Ertu langt komin með þýðinguna? Ég mjög langt komin með þýðinguna. Við erum bara í yfirlestri, próflestri, sjáum umbrot á hönnun og þess áttar. Þannig að þýðingavinnan er svona svo til öll komin sko. Svo það bara fá pening til þess að gefa hann út og prenta hann á íslensku? Og prenta hann á íslensku. Já, akkurat. Hérna, er þetta fyrir bara leikmenn líka? Er þetta þungur texti að einhverju leyti? Sko, hún er skrifuð fyrir leikmenn, 100% og hann skrifar mjög skýran texta og ég vona svo sannlega að það komi fram í þýðingunni. En hann er náttúrulega heimspekingur og það þegar hann er leggja fram grunninn í fyrsta kaflanum þá hann er kannski svona svolítið heimspekilegur textinn þar og hann tekur það fram sjálfur í formála bókarinnar. En svo restin af bókinni þegar hann er að lýsa aðstæðum dýranna og svona það geta allir lesið að þetta er ekki flókinn texti. Nei, það er bók fyrir hugsandi fólk. Já, heldur betur. Akkurat. Já, þetta er svona megin ritið má segja fyrir frelsishreyfingu dýra. Það er níðst á þeirra hagsmunum. Benjamin Sigurgeirsson er að þýða þessa bók og það er verið að safna fyrir henni á Karolínafönd og því lýkur hvenær? 7. nóvember. 7. nóvember næstkomandi. Já. Gangu bara hjartanlega vel með þetta verkefni. Takk fyrir það. Virkilega gott framtak. En við látum þetta gott heita að sinni. Verið þið sæl.